Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir og við erum hér sósíalistarnir í borginni, ég og Danni. Og á morgun er alþjóðlegur baráttudagur gegn fátækt og hingað til okkar í dag eru komnar þær Laufey Líndal Ólafsdóttir. Hún situr í stjórn EAPN sem er European Anti-Poverty Network og Ásta Þórdís Skjaldal. Hún er samhæfingarstjóri PEP og þær ætla aðeins að ræða við okkur verkefnin sem þær eru að kljást við þar og taka fyrir. Og kannski byrji á þér, Ásta, hvað snýst þessi dagur og hvað eru þið að gera í PEP og EAPN? Getur aðeins sagt okkur svona frá starfseminni og hvernig þessi félög eða er þetta félög eða hvað er það að gera svona dagsdaglega? Já, þegar stórt er spurt. Ef við byrjum á EAPN, þá eru það samtök sem að starfa á Evrópugrundvelli og eru virk í 32 löndum innan Evrópu. Og markmið þeirra er bæði að vinna í heimalandinu og sem sagt í Evrópu. PEP-ið er grasrótarstarfið innan EAPN. Það er mjög nauðsynlegt að hafa virkt grasrótarstarf til þess að gefa línuna, til þess að fólk átti sig á hvað þarf að gera og hvernig staðan er. Og þá er mjög nauðsynlegt að hafa þessa tengingu við grasrótina. Þannig að mitt hlutverk er að halda svolítið utan það starf. Og dagurinn á morgun er mjög mikilvægur vegna þess að á alþjóðavísu erum við að minna á að það er enn fátækt í heiminum og því þarf að breyta. Því þarf heldur betur að breyta og svona hvernig finnst ykkur eins og skilaboðum ykkar sé tekið? Er fólk með ykkur í liði? Eru stjórnvöld svona breytum þessu eða er þetta svona alltaf kannski sama sagan að þið komið skilaboðin og það er tekið á móti þeim og kannski fyrir kosningar við ætlum svo algjörlega að gera eitthvað í þessu, svo kannski deyrir þetta dálítið út, eða hvernig finnst ykkur eins og skilaboðum ykkar sé tekið? Það er eiginlega bara nákvæmlega þannig eins og þú lýsir því. Það er tekið við skilaboðunum og svo gerist ekkert, stundum er kerfi bara svo þungt í vöfum að það er kannski illmögulegt að byrja að breyta einhverju í kerfinu, en það þýðir ekki að það sé ómögulegt og það þýðir ekki að það eigi ekki að gera það. Mér finnst fyrir kosningar þá er einhvern veginn virkari hlustun í gangi hjá pólitíkusum en leið og kosningum er lokið og þá er einhvern veginn eins og maður hafi bara verið að tala við vegginn og það hafi ekki haft neitt árangur í för með sér. Ef ég má bæta við það þá við Ásta eigum það sameiginlegt að við erum búin að vera að starfa svolítið í félagasamtökum í mörg ár og eiginlega rúman áratug held ég. En og höfum báðar einmitt setið svona í ráðum og nefndum og eða svona nefndum starfandi innan alls konar ráðuneyta og höfum verið mjög öflugar í að og við og aðrir í að einmitt gefa okkar lífsreynslu og ráð og svo framvegis, en það einhvern veginn virðist aldrei skila sér einhvern veginn alla leið. Þannig að þetta með stjórnvöld, það er auðvitað þarf bara að gera öllum kleift að lifa af því sem að þeir hafa. Það sé svona okkar skilaboð bara sjálfs og krafa og sem samræmist líka bara stjórnarskrár vörnum rétti hvers og eins. Þannig að þetta er áframhaldandi barátta, en núna náttúrulega erum við að sjá fleira fólk sem úr okkar röðum sem er að skila sér bæði inn á þing og í borgarstjórn. Náttúrulega þið Danni eru einmitt dæmi það og þannig að það er allavega góðar fréttir og það hefur einmitt verið líka á Alþingi svona einn og einn, en það er náttúrulega bara miklu fleiri og fólk sem að býr við þessar aðstæður þarf náttúrulega bara að fara í pólitík. Þetta er fólki sem á að vera í pólitíkinni. Þannig að
Það svona okkar. En við líka hérna að því að 17. október, við höfum alltaf verið með svona viðburði sem sagt þennan dag, en það var náttúrulega ekki hægt í ár og þess vegna erum við að senda þetta úr rafrænt. Við verðum sem sagt, vorum við búin að nefna það, við verðum á samstöðinni á morgun og erum sem sagt búin að taka yfir daginn þar, við stefnum á að vera frá 12 til 5 með dagskrá og ég búin að vera hérna í því að taka upp þætti fyrir hérna morgundaginn til að senda út og það verður margt mjög hérna, mjög gott í boði þar. Tala við alls konar reynslubolta þessi mál. Hérna, en við höfum verið með undanfarin ár, ég held síðan, það allavega komin 5 ár eða eitthvað síðan við byrjuðum að hérna taka þátt í þessum degi sem alþjóðlegur baráttudagur gegn fátækt. Og höfum meðal annars verið með samtal milli fólks í fátækt og fólks sem sagt, í pólitík, oft með aðkomu frá fræðasamfélaginu og höfum verið með málþing stundum, höfum verið morgunverðarfundi og vorum eitt árið með hérna, götumálþing í Mjótt og bara svo í nefni. Eitt árið vorum við líka með hérna, viðburð þar sem við buðum flokkunum. Öllum stjórnmálaflokkum sem voru með hérna það árið til þess að koma í kjötsúpu til okkar. Það var fyrir alþingiskosningarnar síðustu, var það ekki? Já. Og hérna báðum þá að skrifa undir áskorun sem að hérna allir sem að mættu gerðu. Já. Þannig að, en því miður að þá vantaði 2 flokka. Hvaða flokkar voru það? Það voru Miðflokkurinn og Viðreisn. En hérna, getið þið gefið mér smá hérna, vísbending við hvaða fólk eða hvaða málefni þið að tala á morgun, svona smá preview? Eitthvað sem maður hérna, verði spenntur og fylgjast með? Já, hérna, það sem að komið hérna, að því sem segja, þetta mest fyrirfram upptekið. Og það meðal annars hérna, umræða hérna, nýju stjórnarskrána og hvaða þýðingu hún hefur fyrir fólk sem býr við fátækt. Og ég fékk til mín hérna, Katrínu Oddsdóttur og hérna, hana Halldóru Mogensen og Helgu Völu Helgadóttur til að ræða hana og svona hvaða þýðingu hún hefur fyrir okkar fólk. Og hérna, svo sem sagt, hérna, það kynning frá Öryrkjabandalaginu, þar eru 4 fyrirlesarar sem við tókum upp og verður sendt út. Það sirka 40 mínútna prógram og hérna svo sem sagt erum við með samtal við hérna, Kolbeinn Stefánsson sem hefur náttúrulega gert fjölda skýrslna okkar málefni. Komu nokkra skýrslur út eftir hann í fyrra, mjög öflugur fræðimaður og hérna bæði hérna, börn í fátækt og svo hérna, þróun örorkulífeyris. Og svo hún Harpa Njálsdóttir sem náttúrulega bara svona goðsögn í hérna, þessum geira sem að hérna, það verður líka samtal við hana, svona meðal annars. Já, og Guðmundur Ingi. Þingmaður. Já. Og hérna pepparar, það verður talað við peppara líka. Já, og einmitt við erum búin að setja saman hérna, smá myndband sem að verður sett í loftið líklega í dag og hérna, við erum hérna alveg á fullu, við erum að skipuleggja daginn, þannig að hérna, þetta kemur allt eitt af öðru en þetta sem sagt, við erum að leggja áherslu á sem sagt bara hvernig svona samfélagið útilokar svolítið fólk sem býr við fátækt. Bara með alls konar földum kostnaði, með skerðingum í bótakerfinu og hérna ýmsu fleiru. Þannig að hérna, þetta verður eitthvað, en dagskráin mun liggja betur fyrir í dag, þannig að... Þetta hljóma virkilega spennandi. En hérna, má ég spyrja ykkur aðeins hérna bara svona, að þið talið peppara og það grasrótarstarfi, getið þið sagt mér aðeins frá bara hvað svona day-to-day starf eins og pepp og kannski EAPN einhver leiti, en ég meira spenntur fyrir pepp, verði ég að segja. Hvað svona það sem gerist svona daglega? Svara því. Já, ég hérna, því miður að þá er hérna lokað í augnablikinu
Og það er vegna COVID. Við viljum leggja okkar á mörkum til þess að reyna að koma í veg fyrir frekar útbreiðslu í þessari 3. bylgju. Og við teljum að það sé mjög nauðsynlegt. En svona á daglegum basis þá erum við með opið, þannig að fólk geti komið og fengi kaffi, þannig að þetta sé svona nokkurn veginn miðstöð fólks í fátækt. Það er svolítið takmarkið að fólki finnist að staðurinn sé fyrir það. Og þá erum við að bjóða, allt sem við bjóðum upp á er fólki að kostnaðarlausu, þannig að það þarf ekki að hafa ágjur af kostnaði. Það getur komið og sest inn, fengi kaffi, fengi eitthvað gott með kaffinu. Við erum komið með tölvu og því að það er takmark hjá okkur líka að fólk geti fengið aðgang að tölvu, fólk sem ekki getur prentað út heima hjá sér eða sóttgögn er bara með símann og ekki aðgang að tölvu, að það geti þá komist í tölvu hjá okkur. Nú við tökum þátt í að sporna gegn matarsóun. Þannig að við tökum við ef að fyrirtæki eru með einhvern mat sem er með skemmdar umbúðir eða eitthvað tæft á dagsetningu, þá tökum við slíkum mat, við eldum úr honum og bjóðum upp á staðnum. Við erum með kvöldmat einu sinni í viku, við erum með opið hús einu sinni í viku, svo erum við með þessa kaffi húsastemmingu 2 í viku og svo erum við líka með lokaða hópa. Það er 2 í viku er lokaður hópur fyrir konur af erlendu uppruna. Það er saumaverkefni og síðan erum við með lokaða hópa í iðju. Þar sem að markmiðið er að vinna eitthvað í höndunum sem er valdeflandi og hafa svona örlitla sjálfstyrkingu með því. Og svo þegar þessi blessaða COVID-bylgja er búin og fólk getur farið að mennta til ykkur aftur, hvar eru þið staðsett? Álfabakka 12, það er í Mjóddinni og húsnæðið er ennþá merkt hjálpræðishernum. Við erum nýtekið mitt í húsnæði, þannig að fólk getur þekkt á því. Þetta er í endanum sem er nær Breiðholtskirkju og er eiginlega bara beint á móti Rauðakrossbúðinni. Og það er stundaskrá á hurðinni og hægt að fá stundaskrá hjá okkur líka, þar sem er svona yfirlit yfir hvenær er opið fyrir alla og hvenær eru lokaðir hópar. En akkurat núna á meðan að það er allt lokað, þá höfum við verið að taka við mat sem að við annars myndum elda úr og eitthvað slíkt, og við höfum verið að setja hann í kerrur fram í göngugötu. Þannig að því við þekkjum það nú betur heldur en flestir aðrir að staðan út í samfélaginu núna, hún er bara alveg virkilega slæm hjá mörgum og það er allt og stór hópur út í samfélaginu sem bara á ekki mat. Nú er til dæmis komin 16, það komið fram yfir miðjan október og það eru bara allt og margir sem eiga ekki mat og jafnvel fólk með börn. Og við ráðum svo sem ekkert alltaf hvað við fáum af mat, en það sem við fáum, það höfum við verið að setja í kerrur fram á göngugötu, þannig að fólk geti tekið sér þar. Þannig að það er okkar leið til þess að taka þátt fyrir lokun og til þess að sporna gegn matarsóun. Því við erum náttúrulega ekki hjálparsamtök, við erum fyrst og fremst baráttusamtök. En þarna er neyð og við leggjum okkar á mörkum. Fyrst þegar ég kynntist einmitt starfi PEP, People Experiencing Poverty, sem að síðan útleggst á íslensku, skammstöfunin svona fallega þýtt yfir á PEP, mjög valdeflandi, að það var einmitt svo gott að kynnast fólki sem að veit nákvæmlega hvað maður er að tala um. Af því að þó maður sé með fólk í sínu nærst samfélagi sem að er alveg með samúð gagnvart því að maður hafi alist upp í fátækt, þá bara er það ekki að það sama og að þekkja þessar aðstæður. Þú veist, það er ekki sami hluturinn. Ef að fólk er einmitt eitthvað svona, já, hvað, gat mamma henni ekki bara, þú veist, ég veit það ekki, sparað, eða gat hún ekki bara, keypt kartöflu, eða var það ekki ódýrt og eitthvað svona, maður er alveg, nei, eða þú veist, þannig að það er eins og vant oft skilningin hjá fólki sem er einhvern veginn alltaf að reyna að kenna manni hvernig megi gera hlutina betur, hvernig sé hægt að spara, hvernig sé hægt að setja hlutina upp í eitthvað svona,
Excel-skjal svo maður komin út í plús eða eitthvað svona, þú veist að þessi kaffibolli sem að þú keyptir einhver tímann sé nú ástæða þess að þú sért fátæk eða eitthvað svoleiðis. Þannig að finnst ykkur eins og viðhorfin núna sé að breytast í samfélaginu eftir því sem að fleiri eru kannski að upplifa þessar aðstæður að hafi ekki peningi út mánuðinn. Það eru rosalega margir sem að eru að lenda í þessum erfiðu aðstæðum að missa vinnuna, að hafa minna á milli handana. Er meiri svona skilningur og samúð gagnvart fátækt eða er þetta ennþá þessi bara svona tveir hópar? Það fólk sem að sé fátækt, þetta sé einhvern veginn bara þeim að kenna, þau getur bara sjálfum sér kennt, á meðan að kannski fólk sem að missir vinnuna núna sé bara svona þú veist, greið fólkið sem að er að upplifa efnahagslegar afleiðingar korónuveirunar. Finnst ykkur þetta, skiljið hvað ég er að fara? Það eru sko ennþá tveir hópar. Það er alveg á tæru, en nú er ég búin að vera að tala síðan 2012 þegar ég fór að vinna fyrir EAPN. Þá er ég búin að tala alls staðar þar sem einhver vill hlusta og ég er nú búin að ná eyrum einhverju. Og það sem ég hef verið að segja fólki er að það að hafa upplifað blankheit og verið blankur í einhver tíma, það er bara alls ekki á sama að búa við fátækt. Fátækt er langvarandi vandi og fátækt er svo langt frá því að vera bara skortur á peningum. Þannig að ég fæ alltaf þessa sömu gagnrýni frá fólkinu sem að hefur ekki skilning á þessu, fólkinu sem að þekkir ekki fátækt, hefur kannski upplifað að vera blankt en þekkir ekki fátækt. Það er alltaf þessi sama gagnrýni og þessi rödd svona, þú veist, að vilja koma yfir öxlina á þér og segja að þú hljótir að vera að gera eitthvað vitlaust. Af því að auðvitað er þetta þér að kenna. Þú ert í þessum aðstæðum, þú hlýtur að vera að gera eitthvað vitlaust, þú hlýtur að bera ábyrgð á þessu, af því annars værir ekki þarna. En svo aftur á móti þegar þú býrð við fátækt, að þá er þetta svo margþætt og flókið, svo miklu víðtækara heldur en nokkuð tíma bara einhver skortur á peningum og það að hvort þú kaupir þannig eina kaffibolla þarna eða ekki. Jú, þú kaupir hann og það setur þig í vandræði því þú eru að taka það af einhverju öðru. En þessi kaffibolli eða hvað það nú er sem við erum að tala um, það skuli setja þig í vanda, það er bara alveg gjörsamlega út í hött. Vegna þess að það er ekki af neinu að taka og ástandi hjá þér breytist ekkert. Alveg sama þó þú hlustir á öll þessi góðu ráð sem að fólk, velmeinandi fólk er að færa þér, þó þú færir eftir þeim öllum. Það breytir samt ekki þinni stöðu. Þú ert ennþá í þeirri stöðu að börnin fá lægri einkunnir. Þeim gengur verið í skóla. Þau er ekki að fá jafn næringarík og góðan mat og þau gætu verið að fá vegna þess að þú hefur bara ekki einfaldlega efni á honum. Þannig að þú veist, öll þessi, þú hefur ekki sama aðgang að kerfinu þegar þú áttar þig á því að eitthvað af þeim áföllum sem hafa dunið yfir þig og fjölskylduna þína er að hafa gríðarleg áhrif á barnið þitt og þú ferð að reyna að banka upp á í kerfinu að benda á, barnið mitt þarf stuðning og aðstoð vegna þess að ég ræði ekki við það, ég hef ekki efni á að kaupa sálfræðiaðstoðina, ég hef ekki efni á að gera það sem þarf fyrir barnið mitt. Að þá er aðgangurinn að kerfinu einhvern veginn allt öðruvísi fyrir þennan samfélagshóp heldur en fyrir aðra hópa. Það er miklu oftar sem að þú færið ekki hlustun, þú kemur að lokuðum dyrum svo víða í kerfinu og jafnvel dyrum sem að úrræðum sem voru hönnuð fyrir aðstæður eins og þú ert í. En þú kemst ekki á þann stað að þú getur fengið þetta úrræði. Og það er mjög algengt að þú lýsir aðstæðum, þú segir þetta er það sem er að og þá færðu einhvern veginn svona viðmótið, ok, fyrst að þú getur setið bara hnarreist fyrir framan mig og talað eðlilega þetta, að þá ertu bara manneskja líka til þess að ráða við vandamálið. Það er einhvern veginn þetta attitúd sem fólk fær og þegar ég horfi yfir þann hóp sem ég er að vinna með, ég sé það að það er miklu algengara að börn úr fátækt séu með sjálfsskaðahegðun. Það er miklu algengara að börn, fjölskyldna sem koma úr fátækt, fara ekki framhaldsnám. Og þú veist, þetta eru börn, það er enginn í fátækt á þess að eiga einhver áföll að baki. Það er bara svoleiðis. Ég kannski vil bæta við
að sko þegar við Ásta byrjuðum með peppið, það var held ég 2012-13, þá einmitt gekk okkur rosalega illa að fá fólk bara af því að það var engin umræða í samfélaginu. Umræðan var einmitt svolítið svona frá toppnum og svolítið svona, þú veist, þessi aumingja, þetta svona tal eins og, þú veist, allt þetta fátæktarklám og svona, þú veist, talað þetta bara fyrir jól eða páska eða, þú veist, eins og þetta væri bara eitthvað svona seasonal, vandamál. Biðraðirnar? Já, akkurat biðraðirnar í hjálpastörfin og hjálpastofnanirnar og allt þetta. En það gekk rosalega illa að fá fólk til þess að standa upp og tala sínar aðstæður. Og, þú veist, við náttúrulega erum búin að sjá, finnst mér, ég veit ekki, kannski erum við í einhverju búblu að vissu leyti, en þú veist, við erum að sjá smá breytingu, þú veist, það er meira umtal og meira af fólki sem að segja sína sögu sjálft. Og það hefur rosalega mikið að segja af því að við erum í raun og veru komin með sko fólk sem tilbúið til þess að deila sinni sögu og gefa svolítið vandamálinu andlit, þú veist, að sýna að þetta er ekki aumingjaskapur, þetta er bara þetta er kerfislegt vandamál og líka bara hvernig sko það er erfitt að komast upp úr þessu. Þetta er náttúrulega kallað fátæktargildra og það er náttúrulega bara því að kerfið setur fyrir okkur svo margar gildrur og það er til dæmis þetta með allar skerðingarnar á bótunum þegar að þú veist, eins og þegar við erum að fá einhverja aðstoð frá kerfinu og leið og það kemur inn einhver auka peningur á heimili þegar börnin þarf að vinna eða eitthvað svoleiðis, það eru bæturnar þínar skertar á móti. Þannig að þetta er svolítið svona, þú veist, það er einhvern veginn bara, þú veist, það er svona ómögulegt fyrir fólk að standa upp úr þessum aðstæðum nema aðstæðurnar bara, þú veist, gjörbreytist, þú veist, það kemst í einhver rosalega velunastarf eða eitthvað svoleiðis. En það er líka náttúrulega gríðarlega mikið stór hópur sem að vinna til dæmis í láglaunastörfum sem er bara, þú veist, býr við svipaðar aðstæður og margir aðrir sem að glíma við fátækt og þetta er einmitt, þú veist, fólk sem að vinna fullan vinnudag og einmitt í þessari sömu gildru og þú veist, og það er eiginlega svolítið það sem að mér finnst rosalega gott að sjá þá breytingu að við erum öll að berjast saman. Þú veist, við eigum öll sama rétt sem manneskjur, þú veist, og það er bara einhvern veginn það að samfélagið halda okkur öll í þessum skefjum, það er óréttlætið. Má ég spyrja hvort þið hafa einhverja tilfinningu fyrir kannski hvers vegna fátækt fólk að tala meira eða opna sig meira þessi? Er stigmað að minnka einhver leyti? Hafið þið einhverja tilfinningu fyrir því? Er þetta ekki bara svolítið svona MeToo-bylgja? Svona upp að já. Ég hugsa það sko, ég held að þetta sé svolítið bara að það þarf fleiri en einn til að stíga fram til þess að taka skömmina af því og einmitt bara til þess að sýna hvað hópurinn er fjölbreyttur og þú veist að allir geta lent í þessum aðstæðum, þú veist það er meiri hlutin af samfélaginu sem er bara einum laun að tekka frá því að lenda í fátækt og þú veist það er náttúrulega bara raunveruleiki sem að allir búa við, þú veist það þarf ekkert mikið að koma upp á til þess að lenda í þessum aðstæðum. Þannig að ég veit ekki ef Ásta vill bæta einhverju við. Ég er bara sammála því sko, ég held að ég vona náttúrulega að okkar barátta hafi skilað ákveðnum árangri inn í samfélagi, þannig að það sé, fólki finnist orðið óhætt að tala það. En við verðum líka að geta því að af því að þetta er svo valdaleg staða að búa við fátækt, að þá er eiginlega ekki hægt að ætlast til þess að fólkið sem hefur það verst geti staðið upp og tala. Það þarf örlitla valdeflingu, það þarf örlítið styrk og stuðning til þess að geta staðið upp og sagt sína sögu. Og þannig að við erum svolítið að tefla fram núna fólki sem er búið að vera að starfa með okkur og er byrjað í sinni valdeflingu og er farið að standa upp og svara fyrir sig. Og leyfir okkur að tefla fram þeirra andlitum líka. Þannig að mér finnst það bara stórkostlegt og ég er stolt af hverjum og einum. Það er bara alltaf líka frábært að sjá fólk sem er að standa upp og við höfum reynt að dreifa því áfram. Við erum með náttúrulega Facebook síður, bæði PEP og EAPN og allavega á PEPinu höfum við reynt að dreifa svona sögum þegar við sjáum þær. Og við erum náttúrulega líka með þetta verkefni fjölmiðlaviljan götunar sem er einu svona ári.
þar sem við erum að verðlauna fjölmiðlafólk fyrir að sýna málstaðnum áhuga og virðingu. Þegar fólk er að fjalla fátækt með og af virðingaverðum hætti, ekki með þessu fátækta klámi, heldur svona, að segja frá raunverulegum aðstæðum og með upplýsingum og sýna svona þessar kerfislægu aðstæður fátæktar. Og í öllum þessum fræðum og þá er eiginlega svona skólabókadæmi það sem er aldrei við hæfi. Það er myndbirting af fólki úr fátækt í biðröð eftir mat. Það er alveg sama hvað þú stattur í samfélaginu, þú átt ekki skilið þessi birt mynd af þér í biðröð við þessar aðstæður. Mér finnst það mitt flott í starfinu ykkar og að þið eru að tala draga fram það sem er vel gert og það sem er jákvætt og núna kemur stór spurning, hvaða lausnir myndum við vilja sjá? Við vitum náttúrulega að misskipting auðs er vandamálið. En ef þið geti nefnt eitthvað núna sem að væri hægt að gera bara strax til þess að koma í veg fyrir fátækt, hvað myndi þið vilja sjá að yrði gert? Skerðingarnar er það fyrsta. Það þarf að hækka örorkulífeyri og hækka barnabætur og afnema þessar skerðingar. Það er alltaf verið að tala að það þurfi að fá fleiri út á atvinnumarkaðinn, sérstaklega fólk sem eru á örorkulífeyri, sem er náttúrulega ekkert annað en fatlað og langveikt fólk og við erum með atvinnumarkað sem er ekki tilbúin að taka við þessu fólki, sérstaklega ekki núna í COVID. Þannig að mér finnst þið þurfa að hætta að einblína á það. Ég held að það sé eitthvað sem gerist að sjálfu sér að fólk fari út á atvinnumarkaðinn þegar að hann er tilbúin til þess ef að skerðingunum er aflétt. Bara hreinlega hætt. Ég myndi vilja sjá líka bara þessi stoppu, þessi eilífa, þessi greiðslu, að fólk þarf að borga fyrir alla hluti, eins og að fara til læknis og tannlæknakostnaður, við að leita sér geðheilbrigðis aðstóðar, það er kostnaður í meðferðarbatteríinu, það er kostnaður í menntakerfinu. Allsstaðar, alveg bara frá leikskóla og upp í háskóla er gjaldtaka sem er í raun og veru ekki talað það er alltaf talað að þessi kerfi séu gjaldfrjáls en við bara vitum alveg það er bara argasta vitleysa og þetta að fólki sé neitað heilbrigðisþjónustu af því að það á ekki pening það er oft sem það er ekki einu svona hægt að fá gíróseðil ef þú ert að leita þér læknisaðstoðar, sérstaklega það er sérfræðingur eða einhver svona sem á að vera sér meðferð en það er bara að fara í blóðrannsókn eða röntgenmyndatöku eða eitthvað, það er ofta ekki hægt að fá gíróseðil ef þú átt ekki pening akkurat þegar þú átt tíma, svo þarftu að bíða lengi eftir næsta lausa tíma. Þannig að mér finnst þetta náttúrulega bara alveg óboðlegt að fólk þurfa að neita sér svona þjónustu og svo náttúrulega með eins og tannheilsu að þetta er náttúrulega heilbrigðis vandamál, með það er ekkert grín að fá tannrótarbólgu eða eitthvað, þetta er bara þetta getur leitt til mjög mikilla vandamála og jafnvel alvarlegra sýkinga, þannig að þetta sé einhvern veginn ekki undir almennri heilbrigðisþjónustu er náttúrulega bara fáránlegt og einmitt þetta með allar þessar leyndu gildrur, einmitt skráningagjöld í framhaldsskóla, þú færð ekki aðgang að innunni og því ef að þú ert ekki búin að borga þá ert bara búin að missa af heilli önni í skólanum hversu marga eftir þetta útiloki og á hvaða tíma kemur það fyrir fjölskyldufólk? Í janúar eftir jólin þannig að þetta er svona akkurat og einmitt fríar skólamáltíðir líka og gjaldtaka í grunnskólum það setur líka upp gríðarlega stéttskiptingu í skólum á meðal barna. Ég virkilega vona að það verði eitthvað úr því. Það hefur verið rætt að búa til eitthvað einfalt kerfi þar sem að fólki fátækt byggðist að haka bara við í rafrænu kerfi ef það þarf á fríum skólamáltíðum að halda. Og ég virkilega vona að hægt sé að koma því á ef ekki hægt að koma á bara fríum skólamáltíðum alveg fyrir börn. En hvað varðar læknisþjónustu þá er að vísu komið þannig núna að heimilislæknir er frýr fyrir þá sem eru á örorkulífeyri
og sem að getur verið mjög gott nema þú sért svo óheppin eins og stór hluti fallar og langveikara að þurfa á sérfræðiþjónustu. Ég til dæmis með sjúkdóm sem að þess eðlis að heimilislæknir veit sáralítið hann. Þannig að ég þarf alltaf að fara til sérfræðings og það hækkaði töluvert þegar þeir tóku niður kostnaðinn að hitta heimilislækni. Þannig að sá sparnaður dugar til dæmis ekki fyrir mig. Og hvað varðar að fá gíróseðil, það getur verið mjög erfitt. Ég veit dæmi þar sem að ein þurfti að fara í rannsókn og það var ekki gíróseðill og það var svolítið hnussað við hana. Og jú, endanum var hægt að gera eitthvað fyrir hana þannig að hún gæti greitt að seinna, en svo var sagt með umvöndunartón við hana þegar búið var að ganga fyrir því. Og mundu svo eftir í næsta ári þarftu að lækna halda vera búin að gera ráð fyrir því í fjárhagnum. Einmitt. En þessi kostnaður var ekki í heilbrigðiskerfinu. Ég var að skoða inn á tímarit.is fyrir mína tíð 1990 og það var svo auglýsing í blaði að hvetja fólk til þess að nýta það þjónustu sem að það á rétt á því að það hefur greitt skatta og verið að hvetja fólk til þess að nýta sér læknisþjónustu og þetta væri gjaldfrjálst og þannig að þegar það verið að kynna núna að það sé verið að lækka komugjöld á heilsugæslu þá þurfum að minna okkur á að þetta ekkert endilega eitthvað svona stórt framfaraskref því að einu sinni kostaði þetta ekki. Þannig að við megum ekki endilega verið eitthvað að vera að lækka kostnaðinn af því að það var gjaldfrjálst. En ég vildi bara aðeins því að. Já, ég nefnilega man einmitt eftir því þegar að það kostaði ekki til dæmis að fara til heimilislæknis. Og ég man nefnilega því að ég vissi ekki að það hefði sett á að því ég bjó erlendis. Svo kem ég tilbaka og þá allt í einu að fara að rukka fyrir heimilislækni og þetta var einmitt 90 og eitthvað sko og þetta náttúrulega bara einmitt þegar það verið að taka eitthvað frá þér og svo örlítið gefið tilbaka en fólk búið að gleyma hvernig það var áður eða sumir náttúrulega hafi ekki lifað það lengi að muna það. Þannig að þú veist, þetta einmitt, eins og ég segi, þetta á bara ekkert að kosta neitt. Og þú veist, öðrum samfélögum tekst að hafa eins og grunnskólan gjaldfrjálsan, þú veist, og það þykir bara sjálfsagt. Og einhvern veginn, sko, það líka annað í þessu að það þú veist, alltaf verið að segja bara, já, þetta kostar nú ekki það mikið. Þú veist, nei, það kannski kostar ekki það mikið, en að þú átt ekki peninga, þá náttúrulega getur ekki borga fyrir þetta. Það bara svo einfalt og sérstaklega, veist, fólk á leigumarkaði, við veitum hvernig leigumarkaðurinn það náttúrulega annað sem það húsnæði. Og það náttúrulega stór hluti fólks sem býr í fátækt sem að bara dæmt að vera að eyða ævi sín á leigumarkaði sem þýðir að það náttúrulega alltaf bara að greiða fyrir borga peninga í eitthvað ósýnilegt bara fyrir að eiga þak yfir höfuð og þetta gríðarlega stór hluti tekna, getur að verið helmingur eða jafnvel meira af heimilistekjum. Þannig að þetta Þegar á öllu á botni hvolft, það verið að tala það út í samfélaginu núna að atvinnuleysisbætur séu lágar og það allir sammála það að þær séu lágar og það sé erfitt fyrir fólk að framfleyta sér á þeim. En örorkulífeyririnn enn lægri. Og það einhvern veginn eins og það sé bara sjálfsagt að fólk eigi að framfleyta sér á honum til langs tíma. Já, og þar fólk bara með þessa upphæð jafnvel út ævinu. Svo heyrir maður jafnvel sko að þú veist fólk sem ekki þekkir til að það heldur að fólk hafi svo rosalega marga bitlinga. Þessi fríðindi hér og fríðindi þar en þó að fólk framvísi örorkuskírteini að þá afslátturinn svo þú færðir alveg minniháttar og ekki hvar sem Þannig að og ekki endilega allir sem geta nýtt sér hann heldur. Nei, þannig að það engin fríðindi fólkin í því. Já, það ljóst að þetta við náum ekki að rúma allt sem að þarf að ræða varðandi fátækt í einum þætti en við höldum áfram og fylgjum spennt með á samstöðinni á morgun 17. október á alþjóðlegum baráttudegi gegn fátækt. Og við þökkum ykkur kærlega fyrir Laufey Líndal Ólafsdóttir og Ásta Þórdís Skjaldal. Og við vorum hér, Sanna og Danni í Hinni Reykjavík og við kveðjum hérna. Takk kærlega fyrir.